Vatnsdalur í Húnavatnssýslu, ein af fegustu sveitum landsins, hefur hýst margan höfðingjan í aldanna rás. Sá sem fyrstum nam land í Vatnsdal var Ingimundur gamli, háttsettur og velliðinn herforingi Haraldar Hárfara, Noregskonungs. Íslandsför Ingimundar var ólík öðrum ferðum landnámsmanna sem hinga flúð undan ofríki Noregskonungs, en ástæðan var forspá völvueitnar sem sagði fyrir ferð hans og landnám. Ingimundur tók land í Borgarfirði en hélt síðan norður fyrir heiðar ásamt konu sinni Vigdísi og Fríðu föruneyti. Við Vatnsdalshóla, þar sem nú heitir Þórdísalundur, fæddi Vigdís meybarn. Þarna hafa heimamenn reist minnisvarða fyrsta vatnsdælinginn Þórdísi Ingimundardóttur. Ekki er að efa að landnámsmönnum hefur hugnast það sem fyrir augu bar, grösugan og gróinn dalinn og Vatnsdalsána full af silungi og laxi. Ingimundur reisti sér bæ fyrir miðjum dalnum og nefndi Hof. Nokkru síðar hélt hann utan til að afla sér húsviðar og hafði með sér bjarndýr sem héraðið kennt við og færði konungi að gjöf. Það er kaldhæðni örlagana að friðsemdamaðurinn Ingimundur gamli lét lífið í illdeilum út af laxveiðum í Vatnsdalsá, þá orðinn gamall maður og nær blindur. Fáar sveitir hafa tekið jafn miklum breytingum frá landnámsöld og Vatnsdalurinn. Munar þar mest skriðuföll, en heimildir eru þar allt frá landnámi. Áður en skíðastaðaskriða féll úr Vatnsdalsfjalli 1545 er talið að meginfarvegur Vatnsdalsár hafi verið austan megin í dalnum í svokölluðu árfari. Skriðan var 250 til 300 metra breið þar sem hún féll úr 600 metra hæð. Var kraftur hennar þvílíkur þar sem hún skall niður að allur jarðvegur sópaðist undan henni en við það myndaðist stöðuvatni Hnausatjörn. Áin rann nú vestan megin þar sem áður voru hnausakvíslar. Bjarnastaðaskriða féll úr Vatnsdalsfjalli í október 1720. Skriðan steyptist yfir ána og féll 3 kílómetra vestur með Vatnsdalshólum. Skriðufalli stíflaði Vatnsdalsá og myndaði flóðið sem setur óneitanlega svip á þessa fögru sveit. Við ætlum að skoða okkur á nokkrum af ótalmörgum veiðistöðum Vatnsdalsár. Veiðifélagarnir eru Kristján Kristjánsson tónlistarmaður kenndur við KK-sextettinn, Tolli listmálari og Hjalti Björnsson sem hefur verið leiðsögumaður við Vatnsdalsá árabil. Þennan fallega júlímorgun eigum við neðsta svæði árinnar fyrir neðan flóð og við skiptum liði. Tolli og Hjalti halda niður af hnausastreng en við Kristján veiðum hólakvörn. Við þennan fallega veiðistað við útfall flóðsins byggði Tryggvi Ófeigsson útgerðarmaður sér veiðikofa en hann hafði leigurétt í ánni frá 1950 til 1961. Í kofanum sem því miður horfinn dvöldu margir góðir veiðimenn, þeirra á meðal Ásgeir Ásgeirsson forseti sem var tíður gestu við ána og þótti harðsækinn veiðimaður. Hólakvörn viðkvæmur veiðistaður og þeir sem best til þekkja segja í logni og sól sé kvörnin óveiðanleg, en ofurlítil gára geri ofta skæfumuninn. Þessi hægrennandi breiða býður hreinlega upp á nótus í flotlína og smáar yfirborðsflugur. Afbrigða viðu Kristjáns Gíslasonar hýtt undir og hún látin skauta í speglinum. Þetta er vænn fiskur sem lætur hafa fyrir sér. Tekur strikið yfir breiðuna að grjóthrygnum í miðri kvörninni, snýr sér nokkra hringi utan grjót og allt er fast. Það er nokkuð öruggt að laxinn er farinn og lítið annað að ræða en vaða út af festunni og halda í það minnsta flugunum.
Þegar festan losuð, kemur í ljós að sá silfraðir en þá og aldeilis ekki búinn að vera. Þessi viðuregn fer sjálfkrafa í minningasarpinn en nú komið að meistara KK að veiða kvernina. Kristján einn af þessum mönnum sem gaman að veiða með. Hann búinn að veiða lengi og gengur að sportinu með þeirri yfirvegun sem fylgir reynslunni. Íslenskir flugveiðimenn hafa notið persónulegra þjónustu Kristjáns í gegnum litlu fluguna, sérverslun með allt sem viðkemur flugveiði. Þjónustu sem því miður ekki lengur til staðar og þar skarð fyrir skildi. Kristján hefur ekki heppnina með sér að þessu sinni en maðurinn með hattinn, flotlínuna og afbrigðið af yðu í stuði. Ég vissi hann myndi koma, sko. Hann var búinn að þefa af henni aðeins. Já, hann var bara að þefa af henni aðeins. Eftir snarpa viðuregn með tilheyrandi sporðaköstum hann farinn. Tímasetningin fín því liðið á morguninn og kominn tími til að heilsa upp á félagana við Hnausastreng. Við hittum Hjalta og Tolla í strengjónum milli Hólakvarnar og Hnausastrengs. Tolli hefur sett í fisk sem reynist þegar betur að gáð vera vænn urriði. En þess má geta að urriðar, sjógengnir og staðbundnir veiðast ávallt í nokkru mæli í Vatnsdalsá. Hnausastrengur sem myndaðist þegar skíðastaðaskriða flutti til farveg árinnar mikill strengur. Í gegnum árin hefur hann verið gjöfulastur allra veiðistaða Vatnsdalsár. Það má líka sjá á öllum aðstæðum að hér hafa veiðimenn dvalið langtímum. Kristján kennir Tolla að veiða hnausastreng og festa vel úr hendi. Hér með góðu hægt að segja að fari saman kappið og forsjáin. Tolli keppnismaður allt sem hann tekur sér fyrir hendur og Kristján með reynsluna og rólegheitin. Maður mildinar eins og málarinn lýsir kennara sínum. Andinn flýgur hátt, enda erum við staddir samkvæmt lýsingu Hjalta mjög nálagt himnaríki. Og því skildi himnaríki ekki vera fallegur veiðistaður með spriklandi fiski, borðihlöðnu kræsingum og samstilltum félögum. It all counts, eins og þið segja.
morgni dags. Kollfuggur. Hann á hjá Kristjáni og eins og við að búast viðuregnin fumlaus og yfirveguð. Vel tekið. Hvar vil ég fá hann? Strákar, þið eru allir í Hollywood. Já. Að viðuregn lokinni nýgengin 5 kílóa hrygna mæld og merkt og henni síðan gefið frelsi. Glæsilegt. Hvað segirðu Kókó? Hvað varstu að taka þetta á? Það shrimp. Nú vaðið út og upp á hrygginn fyrir miðjum strengnum og kastað að efsta grjótinu sem einn af fjölmörgum tökustöðum hnausastrengs. Núverandi leigutakarárinnar hafa tekið það sið upp að veiða eingöngu með flugu og sleppa öllum laxi. Mun verndunarssjónarmið ráða þessa hluta til, en þó má ekki gleyma því að markaðurinn kallar í síauknum mæli á sleppingar. Mörgum finnst þetta öfugsnúin þróun og blása á þær hugmyndir að ánum sé gert gott með þessu. En tilraun Vatnsdalsármanna á eftir að fá að sanna sig á komandi árum og verður fróðlegt að sjá útkomuna. Við kveðjum Hnausastreng og Hólakvörn. Magnaða veiðistæði sem hafa þessa morgunstund sýnt sínar bestu hliðar. Höldum upp með ánni svona meira til að skoða okkur vitandi að næsta lítil von veiði fyrir ofan flóðið mánaðamóti júni-júlí. Eftir árangurslausa tilraunir á þekktum veiðistöðum hittist hópurinn og nú gefur Tolli okkur innsýn í nýjustu tækni í notkun vatnslita. Þetta var rúmum metið. Þetta alveg ný aðferð í vatnslita. Það að setja bara pappirinn í bíl og keyra út í hil. Vera með námskeið. Bara rútu út í vatn með þetta. Hún hefur litast. Á enn? Já, nú það bara regnbogasilung. Dagur að kveldi kominn og menn orðin þreyttir og svangir. Framundan þægilegt kvöld í góðum félagsskap
og ef að líkum lætur fjúka nokkrar ríkjusögur af risastórum löxum og viðuregnum sem vinna á gretti og glám. Í dagrenningu eru við aftur komnir að Hólakvörn. Kristján kominn í ham og listmálarinn fangar augnablikið með pensli og litum og vatni úr Vatnsdalsá. Kvörnin iðar af lífi og nú er Kristján kominn með allt í geng. Þetta er stór fiskur sem gefur sig ekki fyrr en í fulla hnefana. Þetta var skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. Já, þetta er svona góðum veiðifélögum að þakka. Einmitt. Við áttum þér upp á. Fili. Þakkaði fyrir vinnur. Þeirra þakkir. En þá er tími fyrir eitt kast og hann er á með það sama. Það mætti halda verið væri að leikprófa fyrir kvikmynd eða leikhús, svo fúsir eru Vatnsdalsárlaxarnir að vera með. Sama flugan og ég er búinn að taka alla þessa fiska á. Hún virðist að vera voðalega skemmt. Það þarf ekki eins og sól á hana greinilega. Sjúkur sem að... Ekki verður hjá því komist þegar fjallað er Vatnsdalsá að nefna enska heiðursmanninn Lionel S. Fortescue sem kom fyrst til Íslands 1912 og hafði Vatnsdalsá á leigu frá 1936 til 1950. Þessi hámenntaði heimspekingur var einstaklega áhugasamur um land og þjóð og var til þess tekið hversu mikla umhyggju hann bar fyrir náttúrunni. Í bókinu Vatnsdalsá er sögð saga af því þegar Fortescue að lokinni viðureign við vænan lax losaði fluguna ofurvarlega úr kjaftvíki fisksins, þurrkaði af honum froðu og slí með silkivasaklút og sleppti honum lausum. Þessi fallega hrygna fær engan silkivasaklút en þess í stað merki í bakhuggan, ofurlitla strókur fyrir aftan tálknaopinn og frelsi. Það er kominn tími til að kveðja laxveiði ána Vatnsdalsá að sinni. Veiðifélagarnir halda suður yfir heiðar, en ferð okkar heldur áfram og nú niður með ánni að skoða silungasvæði árinnar.
Á leið okkar niður á Ósi leiðum við hugann frá veiðinum stund og minnumst eins umfangsmesta sakamáls Íslandssögunar sem leiddi til síðustu aftöku á Íslandi. Þingareykirkja og Blöndalshús eru minnisvarðar harmsöguna sem örlögin spunni í Vatnsdal á öndverðri 18. öld. Sílungasvæði Vatnsdalsár er eitt af þeim bestu sem finnast á landinu. Það er gríðarlega víðfeðmt en efri hluti þess nær frá flóði fram miðjan Vatnsdal. Neðri hluti svæðisins er neðan þjóðvegar en þar breiðir áin úr sér og myndar Húnavatn. Við berum fyrst niður við Akurhólma sem er þekktur veiðistaður austan megin árinnar. Rúnar Marvinsson meistarakokkur og þrautreyndur veiðimaður hefur slegist í hópinn og skömmu síðar birti Stefán Jón Hafstein á leið norður í land. Rúnar á höttunum eftir sjóbleiki í forrétt en Stefán að fisk eftir efni í blaðagrein. Við verðum fljótt varið við bleikju í strengnum niður á hólmanum en hún er treg og tekur ekki af þeirri græðgi sem hún oft gerir. En það er nú einu sinni eitt af aðalsmerkjum bleikjunar hversu dyntótt hún er. Þegar ósasvæði Vatnsdalsár er veitt, gildir að vera á réttum tíma þar sem sjávarfalla gæti lengst upp í Húnavatn. Þegar fellur að, öslar sjóbleikjan í stórum torfum inn ósinn og hittir maður á slíka göngu verður oft handagangur í öskjunni, en þá oftast í skamma stund. Það er hins vegar á útfallinu sem best er að veiða, en þá bunkar bleikjan sig saman á leiðinni til sjávar. Við erum nú komnir á Vesturbakka árinnar og veiðum djúpan streng rétt ofan við Óskjaftin. Það er komið bullandi útfall og strengurinn hreinlega kraumar af fiski. Það er vel við hæfi leiðu við kveðjum Vatnsdalinn og ána að setja í fisk og missa hann. Vatnsdalingar vilja vernda árbúan með því að sleppa veiddum fiski. Hvort það gerir gæfumuninn skal ósagt látið, það mun tími leið í ljós. En hugsunin er enga síður góð. Hún felur í sig viðurkenning á nauðsyn þess að vernda viðkvæma náttúru landsins og slíka hugsun ber að virða.